Komið heil og sæl og verið velkomin í föstudagsþættin sem við tökum að þessu sinni upp hérna á 3. hæðinni á Strikinu með þetta fallega útsýni hjá okkur. Við ætlum að tala það sem væntanlega margir hafa velt fyrir sér en það skjánotkun. Við ætlum reyndar að fókusa á skjánotkun barna og ungmenna en líklegt svo sem að við fullorðna fólki þurfum eitthvað að fara að velta þessu fyrir okkur. Þetta töluvert búið að vera til umræðu, verið velkomnar dömur. Takk. Hvers vegna, kannski segir sig sjálft, það eru væntanlega margir að velta þessu fyrir sér þegar að þessi skjáir eru eiginlega orðnir allstaðar. Hver eru mörkin? Hvernig á maður að hafa þetta? Hvernig fóruð þið að því að vinna að einhverjum svona þumalputta reglum skjánotkun? Við fórum þannig að því að við héldum málþing, þar sem við hóðum saman fólki úr ungmennaráði og forvarnaráði og fagfólki og foreldrum og ræddum saman það hvort að við þyrftum yfir höfuð ykkur viðmið og hvort að við vildum þá, ef við vildum það, í hvaða formi það ætti þá að vera og hvað við ættum að einblína á og niðurstaðan var að við myndum setja viðmiðin upp í tíma og það var svona diskutera fram og tilbaka þarna á þinginu og margt athyglisvert sem þar kom fram og ekki bara þarna á seglinum sem við erum að gefa út núna. Heldur mun það koma bara með öðru í skjáauglýsingum og fleiru. En þetta sem sagt þessi segull, hann með þessum viðmiðum sem eru með við aldur. Vilt þú kannski segja okkur frá bara þessum viðmiðum? Hvernig, því að þetta ekki bara tími, tíminn hækkar greinilega með við aldur og svo talað skjálausa staði. Já, það sem sagt markmiðið alltaf með að hafa svefnherbergin skjálaus, að rúm og herbyggi og matarborðið sé skjálaus staður og við byrjum alveg frá leikskóla og upp í ungmenni og fer aðeins hækkandi með hverjum aldri fyrir sig. Þannig við sjáum svona á leikskólaaldri viðmiðunin 60 mínútur á dag. Já. Og það talað líka nærveru foreldra. Hvers vegna það gert? Það þarf heilt þorp til að ala barn og það þarf að byrja strax. Og það þarf þessar nærveru, það ekki nóg að ala upp börn bara með skjánum og þessi viðmið sem búin voru til eru líka fyrir utan nám og starf. Þetta bara frístundinni, þannig að þegar þú kemur heim klukkan 4-5 á daginn. Þá tekum við þessi tími, þannig að það leikskólaaldurinn, klukkutími, 1.–4. bekkur 90 mínútur, 5.–7. 120 mínútur, 8.–10. bekkur 180 mínútur og svo ungmenni 240 mínútur. Og þetta allt saman, þetta sími, þetta tölva, þetta iPad og þetta sjónvarp. Og hvaða viðbrögð fáið þið svona við þessu? Finnst fólki þetta eðlileg viðmið eða finnst þeim þetta helst til strangt eða hvernig? Miðað við viðbrögðin á Facebook síðun okkar þá hafa viðbrögðin verið mjög jákvæð. Auðvitað þetta engin töfralausn. Þetta ekki eitthvað sem kemur í veg fyrir einhverja ofnotkun eða eitthvað slæmt gerist en auðvitað þetta bara kannski verið að leiðbeina foreldrum með því að eða bara dæmi að samfélag getur tekið sér saman ákveðin viðmið til þess að ala upp börnin sín og þetta prófuðum við hér og finnst bara frábært að þetta hafi tekist. Þannig að þetta kannski svona svipað eins og bara útivistartíminn, svona einhvers konar sáttmáli þetta þannig að þetta sé ekki endilega misjafnt á milli barna. Já, í rauninni eins og útivistartími á netinu. Foreldrar kölluðu svolítið eftir þessu, að hvaða viðmið á ég að setja barninu mínu og það var náttúrulega bara best að spyrja fólki sjálft og þá sem að nota skjáina og ég held að það sé bara hið besta máli. Við tókum þetta strax út fyrir sviga varðandi nám og vinnu vegna þess að við mörgum náttúrulega vinnu fyrir framan skjá og börnin eru fyrir framan skjá í skóla og í náminu sínu og í heimanámi, þannig að við tökum þetta sá tími sem er þar fyrir utan, sem að miðað við. En hafið ekki fengið neina neikvæð viðbrögð, eitthvað bara, þetta 1.–4. bekkur ef við horfum á eina bíómynd, þá hún 90 mínútur og þá bara ekki mínúta í neitt annað, eða hærið bara jákvæð viðbrögð? Úlingurinn finnst það kannski full lítið, eins og þú segir, með bíómyndir, þar eru orðnar mun lengri en viðmiðin og þau eru mun meira í símanum og þau telja oft síman ekki með, sko. Það bara, ég ekki í tölvunni, ég í símanum. Þau
þau telli það ekkert endilega saman. En ég vil nú taka fram að á málþinginu sjálfu þá komu þar nokkur ungmenni og þau vildu setja töluna ansi stíft, sko. Við rýmkum það nú aðeins, sko. En þau voru ansi hörð við sjálfan sig. Það verður spennandi að fylgjast með hvernig þetta gengur og greinilega allavega með við umræðuna þarf til þess að taka umræðuna þó ekki væri annað og þessi segull verður dreift hve víða? Heyrðu, á Akureyri og inn á öll heimili og það verður gert núna í næstu viku og sem bara besta mál. Næsta vika fær töluverða athygli vegna netöryggisdagsins á þriðjudaginn. Þannig að þetta bara á góðum tíma hjá okkur. Akkurat, takk fyrir að koma og verður forvitnilegt að fylgjast með þessu. Við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.